Og föstudagsþátturinn heldur áfram á þessari líka blússandi siglingu. Hingað til mín eru komnar þær Svandís og Svana, verslunareigendur Svartra Svana sem var opnaði í dag í Sunnuhlíð á Akureyri. Til hamingju með opnunina, stelpur. Takk kærlega fyrir. Hvernig kom þetta til að þið ákváðuð að opna þessa verslun? Það svona pínu langur aðdragandi að því. Við vorum með svona markað fyrir 2 árum síðan, fyrir jólin. Þá ákváðum við að skella sameiginlegu áhugamál okkar saman og opna lítinn markað í bílskúrnum heima á Svönu. Já. Sem að vakti svona líka þvílíka lukku. Og hugmyndin var alltaf að opna verslun í framhaldinu af því. Og það rauninni bara að fæðast núna. Já, nú sá draumur orðinn að veruleika. Já, algjörlega. Loksins. Og hvað svona fyrir þá sem ekki þekkja til og hafa ekki séð auglýsingar eða annað frá okkur, hvað eru þið að selja? Við ætlum að selja fallega og skemmtilega gjafvöru og erum svolítið að reyna að kannski finna vöru sem ekki fæst á Akureyri þegar þetta verður alltaf eitthvað svona smá bland. En já, við ætlum að svona bara í rauninni allt heimilistengt. Já, það bara allt heimilið undir. Já, og við ætlum að reyna að vera svolítið umhverfisvænar og vera með vöru sem að eins og Phil Iceland sem að eru skemmtilega svona þrifvöru fyrir heimilið og eru umhverfisvænar. Við ætlum að vera með akureyskar sápur. Við ætlum að reyna að blanda þessu bara svolítið saman. Gera akureyskar sápur mann hreinni heldur en aðrar sápur. Já, það vísindarlega sannað. Já, klárt mál. Nei, bara svona allt sem prýða kann heimili og líka sælkeravörur. Við erum með Nicholas Vahey-vörur sem eru svona eldhúsvörur og sælkeravörur. Þannig að þessi verslun ekki eingöngu fyrir konur. Karlar elda líka, eða ekki? Jú, mikil ósköp. Já, þannig að það eitthvað fyrir alla. Það eitthvað fyrir alla. Já, og nafnið Svartir Svanir. Já, það fættist bara óvart, sko. Þú veist, þetta var Svana og Svandís og Svartir Svanir og hvað mörg S í því. Já. Við erum mjög svartar. Við erum með, svartur fallegur. Já, og báðar svanir. Þetta bara, þegar maður veit baksuguna þá það bara mjög lógískt. Já, og við vildum halda nafninu. Markaðarinn, við köllum hann Svarta Svani. Já. Þannig okkur varst bara tilvalið að halda því nýri verslun. Já, auðvitað. Og þið, hvað var til þess á sínum tíma þið ákváðu að ráðast í þessa markaðshugmynd? Var það bara svona ganni? Já, við náttúrulega deilum þessu áhugamáli. Okkur finnst fallegi hlutir skemmtilegir og okkur finnst báðum, gaman að skreita heimil okkar. Og við bara ákvaðum að sameina þetta svolítið í þessu. Já. Við höfum verið að taka á okkur svona verkefni með svona skreitingaverkefni. Já. Svana sérstaklega í því, svona skreita bæði heimili og veislur og brúðkaup og annað slíkt. Þannig að Já, við ætlum að reyna að koma því líka inn í þennan rekstur, svona með tíma. Já, svona einhver skreitingaþjónusta. Þið getið boðið upp á það líka. Algjörlega. Já, og svo bara náttúrulega hjálpað fólki almennt að verða meiri fagurkerar. Heyrist það svona að vera grunnstefið í þessu hjá okkur. Við ætlum að hlökkum mikið til að kynna þessar vörur fyrir akureyringum. Margar af þessum vörum fást ekki hér, allavega enda á, þannig að við erum mjög spenntar. Já, og það kannski, en það lítur að vera svolítið öðruvísi samt að reka verslun heldur en að vera bara með markað í bílskúrnum heima, það ekki? Jú, það svona aðeins meira undir, en ég held að það verði skemmtilegt. Þetta var öðruvísi markaður. Hann var eiginlega alveg geggjaður, sko. Já. En við áttum engan lager þá. Við áttum rauninni bara það sem var til og við bara kláruðum hann. Bara seldist. Það seldist bara. Þannig að núna ætlum við að gera þetta að svolítið svona meiri alvöru. Já. En það lítur, ég vissum að margir kaupmenn myndu horfa öfundaraugum til þess að lagerinn klárist bara upp. Já, við vonum bara að það gerist. Já, Hér líka. Auðvitað. En haldið þið náttúrulega, vinkonur og svo haldið að þetta breytir það dýnamíkin eitthvað að vera farnar út í svona stærri rekstur saman? Nei, eftir öll þessi ár, 13 ár sem við höfum átt samleið, að þá hefur nokkur bara aldrei lent neinum árekstur, þannig að það þarf eitthvað mikið til. Við erum alið barn saman, við vorum að ferma í miðjum búðarekstri. Já.
Nei, ég held að það bara, og við bætum svolítið hvora aðra upp. Já. Svandís er meira skipulögð og svona og ég er kannski hvatvísar í því og þannig að við erum ágætt teimi. Þetta er svona yin-yangi sem virkar, sko. Já. Það er bara þannig. Það þarf að vera jafnvægi í öllum Algjörlega. hlutum. Já. Já, og ferma sig, það er náttúrulega meira en að segja, í mörg horna líta bara að setja upp búð, þannig að það bætist alls konar náttúrulega annað við sem þarf að huga að. Þetta er ekkert mál. Nei, búið nóg að gera. Svo mitt ég og maður minni með annað fyrirtæki sem að hérna Perl North Iceland, svona róðrabretti. Já, Og það er náttúrulega því var ekki lokið og við vorum að setja upp búð og ferma og allt, þú veist, þetta er bara, við erum ofur. Er það ekki svolítið þannig að annarkvort gerir maður allt eða ekkert? Líka ef maður hefur gaman að því sem maður er að gera og þá hérna er þetta svo miklu öldra og bara við erum báða frekar jákvæðar eðlisfari og erum ekki að líta á vandamálin heldur bara, þú veist, verkefnin. Já, Tækifærin Leysa bara, þau, já. algjörlega. já. Nei, auðvitað, það er náttúrulega eina viti, þannig að það er skipulagningin sem er lykillinn. Já, Já, og bara lífið hlæja bara- og hafa já. gaman. Lífið er bara ofstutt til að láta sér leiðast, sko. Það er bara þannig. Já. Nei, Það er mjótt. og að láta drauma sína rætast og hann er Algjörlega. sannarlega að rætast hjá ykkur í þessari verslun. Ég heldur betur. Og það er sem sagt opnað í þetta, hvernig verða opnunartímar hjá ykkur framvegis? Já, þeir eru svona, verða svolítið í takt bara við sunnu hlýð. Já, 1 til 6 er opnunatíminn og svo höfum við líka opið helgar, 12 til 2. 12-2. Já. Einmitt. Við hvetjum fólk eindreiði Já. til þess að kíkja til ykkar. Já, og við hlökkum bara til að sjá sem flesta. Já. Það verður bara geggjað. Algjörlega. Auðvitað, gangi ykkur ótrúlega vel og Kærar takk fyrir að þakkir. koma hérna til mín í þetta nýja sett. Já. Takk fyrir það. Hlakka til að fylgjast með ykkur. Æðislegt, velkomin. Takk.